Fjögurárskógahlaupið var valið besta utanvegarhlaup ársins 2014 og ég hérna með Þorberg Inga Jónsson við hliðina á mér sem að sigraði lengstu vegalengdin sem var hlaupin í fyrra, rétt liðlega 30 km. Hvar er þetta hlaup á landinu? Þetta er í Fnjóskadalum. Já. Þetta er sérst 4 skógar. En hvað er svona sérstakt þetta hlaup? Hvernig undirlag er þetta bara í skógarstígum eða er þetta eitthvað upp á fjöll? Bæði sko, þetta er mikið skógarstígar já og svo eru svona hraðir, beinir kaflar sem er bara rauninni hörð möl og svo er alveg svona massíða brekkur sem að það er svolítið fótavinna er á. Já. En hverjir framkvæma þetta hlaup? Hverjir standa að þessu? Það er björgunarsveitin hann á staðnum. En hvað er svona sérstakt við þetta hlaup? Það er bara... Af hverju er það valið besta hlaupið? Þetta er svolítið kaflaskipt og það er svolítið svona þægilegt að hafa þetta svona, þetta er ekkert svona afmarkaðir kaflar, það sem er auðveldara andlega og svo er bara stemming, það er alltaf gott við hérna, það er bara aldrei brugðist, það er alltaf bara 20+ og nóg að drykkjastöðum, ég held að það skiptir líka máli. Og brautarvarsla og merkingar í fínu lagi? Já, ekki séns að villast hana. Já, og eitthvað boðið upp á eitthvað þarna á eftir og svona, því þú nefnir stemningu? Já, það er, ég man ekki hvað, það var rappæna melónur og súpa minni mig. Já. Og svo náttúrulega, þetta endar á tjaldsvæði og það er ofta búið til svona góða stemmingu úr þessu, fólk kemur ofta á deginum á undan og tjaldar. Já. Og það er nokkra vegalengdir hérna í boði, þannig það er ekki bara 30 km, þannig það er hægt að fara styttra, er ekki boðið upp á eina 4 vegalengdir? Jú. Allt niður í 4 km? Já, svo er hann með 17, eitthvað. Já. Og 10. Þannig allir ætti að geta fengið eitthvað við sitt hæfi? Já, það er svona, já, algjörlega. Og þetta er bara, þetta er skemmtileg leið, þetta er svona, og týnist svolítið inn í skóginum, sko, eða þú veist svona, gleymið þér. Já. Þetta er gaman að þessu.